Það gott að vera í húsi Drottins í dag. Dýrsi þér Jesús. Kirkjan að fyllast og við viljum hafa hana troðfulla. Við viljum að þetta sé vandamál. Við þurfum fleiri samkomur á hverjum einasta sunnudegi. Það stefnan, vinir. Af hverju út af því að við erum svo klár? Nei, þetta hefur ekkert með minn klárleika að gera. Þetta hefur allt með Drottin að gera. Og vinir, ég vil gera Jesú frægan á Íslandi. Hann það sem að allt skiptir, þú veist, hann skiptir öllu máli. Þannig að hver með mér í dag? Amen. Dýrsi þér Jesús. Við ætlum að byrja því að lesa saman. Alveg minn, ég held þetta sé eitthvað vitlaust sem að þú ert með hana. Önnur Samúelsbók. Nei, ok, halleluja. Hvernig væri að blessa alla hér í dag? Hann maðurinn minn, hann þarf að blessuna alltaf. Halleluja. Við ætlum að fara í Efesus og þetta eru grundvallar ritning varðar kristilega göngu þegar við tökum á móti Jesú Kristi. Þetta grundvallar atriði að við þekkjum þessa ritningu. Því að við gleymum stundum að við erum frelsuð til þess að vera frjáls. Við erum frelsuð til þess að láta gott af okkur leiða. Við erum frelsuð til þess að vera meira en sigurvegarar, kennir orð Guðs. Þannig að við ætlum ekki lengur að sitja hjá og bara, já, þetta skiptir ekki máli. Nei, við ætlum að taka afstöð með sannleikanum. Má ég heyra með hann? Halleluja, það bara þannig. Og við ætlum að byrja hérna í Efesus 2. Þið voru dauð vegna afbrot ykkar og synda, sem þið lifðuð í áður afsakið, ég sé illa á þetta, samkvæmt aldarhætti þessa heims og vilja valdhafans í loftinu. Anda þess sem nú verkar í þeim sem ekki trúa. Og ég ætla bara að stoppa aðeins hérna við. Þetta sjáum við í heiminum í dag. Það svo sannarlega átök á milli góðs og íls og við sjáum þetta víða. Þess vegna mikilvægt í dag, vinir, að við tökum afstöð með sannleikanum. Það þýðir engar lognmolli, við tökum afstöð með sannleikanum. Og sannleikunum heitir Jesú. Höldum áfram. Eins lifðum við öll fyrrum, lutum í jarðbundnum gindum, gerðum það sem okkur listi og refsidómur Guðs vofði yfir okkur eins og öðrum mönnum. En svo kemur enn Guð. Segi með mér enn Guð. Því að það endar ekki þar. Enn Guð auðugur af miskunn. Svo mikil var elska hans til okkar að þótt við værum dauð vegna misgjörða okkar, endur lífga hann okkur með Kristi. Og svo kemur þessi vers sem að skipta svo miklu máli, af náð þið hólpin orðin. Og hvar ég hólpin orðin? Og reist okkur upp með Kristi Jesú, bjó okkur stað hjá honum í himinhæðum. Þannig vildi hann sýna á komandi öldum ómælanlega auðleg náðar sinnar og gæsku við okkur í Kristi Jesú. Því að náð þið hólpin orðin fyrir trú. Þetta ekki yður að þakka, þetta Guðs gjöf. Ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. En á sama tíma þá við smíð Guðs, sköpuð í Kristi Jesú til góðra verka sem hann hefur áður fyrirbúið til þess að vér skildum leggja stund á þau. Halleluja. Mér langar til þess að koma sérstaklega inn á það hér, að hann hefur búið okkur stað með honum í himinhæðum. Það sem að ég stundum upplifi, þegar ég horfi yfir kristna sviðið, að við gerum okkur enga grein fyrir af hverju Guð hefur kallað okkur og til hvers Guð hefur kallað okkur. Hann hefur sett okkur á stað með sér. Hann hefur meira sér sagt í orði sínu að við erum samerfingjar hans. Það þýðir allt sem að Jesús býr innra með þér þegar þú tekur við Jesú Kristi inn í líf þitt. Það þýðir að uppreissu kraftur Jesú býr innra með þér. Það þýðir að þú þarft ekki að liggja flatur þótt þú fari í gegnum erfiða kringumstæður. Því hann meiri, hann stærri og hann mikill. Og vinir, leið og við föttum þetta og við áttum okkur að við eigum stað með honum í himinhæðum, að þá förum við að hugsa hlutina aðeins öðruvísi. Við förum að átta okkur að því, allt lærdómur, en það þarf ekki alltaf skilgrein okkur.
Og vinir, við þurfum sem kristi fólk að hætta að láta fortíðina skilgreina framtíðin okkar. Við þurfum að vera sigurvegarar. Við þurfum að vera fljóta fyrirgefa. Við þurfum að rísa upp þegar við erum felld niður. Við þurfum að rísa upp og vera það sem að Guð hefur kallað okkur til þess að vera. Því að meiri sá sem í okkur heldur en sá sem í heiminum. Má ég heyra amen? Eru allir með mér? Halleluja. Þannig að vinir, við erum sett með honum í himinhæðum. Það þýðir það að við eigum að líkjast honum. Við eigum að gera það sem Jesú gerði. Og við eigum að fólk á að sjá hverjum við tilheyrum. Þegar fólk rakst á mig og Jóhannu í ræktinni, þá var fólk að sjá Jesú. Ekki mig og Jóhannu. Það á að sjá Jesú. Og vinir, það sama gildur okkur öll. Við erum stundum eina biblían sem að fólk les. Og það mikilvægt að átta sig á því að við erum hans erindrekar hér á jörðu. Við erum hér til þess að sigra. Við erum hér til þess að yfirblífa eins og biblían kennir. Við erum hér til þess að setja mark okkar á þessa veröld. Og vinir, við þurfum að standa með sannleikanum. Við þurfum að láta rödd okkar hljóma. Og vinir, allir hér inni eru með gjafir, eru með hæfileika, eru með getu. Og biblían talar sérstaklega það, við eigum ekki að setja ljós okkar undir mæliker. Við eigum að láta það skína. Mínar gjafir eru ekki það sömu og þínar gjafir, en allir geta blómstrað í ríki Guðs. Það pláss fyrir alla. Má ég heyra amen? Þannig í dag að þá finnst mér svo mikilvægt að við áttum okkur á því, vinir. Við erum ekki fórnarlömb. Við erum sett með honum í himinhæðum. Við erum meir en sigurvegarar. Og við sem kristi fólk þurfum að læra að hugsa öðruvísi. Við þurfum að læra að hugsa upp en ekki niður. Hvað sagði Davíð konungur? Hann sagði, ég hef augu mín til fjallana. Ég horfi upp, hvaðan kemur mín hjálp? Hjálp mín kemur frá drottni, skapara himins og jarðar. Og við gleymum því stundum hvaðan okkar hjálp kemur. En hún kemur frá drottni, skapara himins og jarðar. Halleluja, hann mun eigi láta fótinn skriðna. Vörður þinn, hann blundar ekki, hann sefur ekki. Hann vörður Ísraels. Og vinir, þið sem ekki vitið, þá erum við græddin í fyrirheitið. Þegar Jesú fór á krossin, þá voru græddin í fyrirheitið. En mér langar aðeins að nefna eitt. Það stendur þarna varðandi náðina. Að það af náð sem við erum hólpin og margir átta sig ekki á hvað þetta náð er. Og mér langar til þess að fara aðeins svolítið út í þetta til þess að átta okkur betur á hvað það mikilvægt að við fáum opinberun á náð drottins. Náðin guðleg áhrif á hjartað. Við komum á samkomu eins og þessa og við lyftum nafni Jesú og það finna allir fyrir nærveru Guðs hér í dag. Ég bara fullir í það. Það þessi guðleg áhrif á hjartað. En það ekki nóg að hafa guðleg áhrif á hjartað, þau endurspeglast út í lífið. Og vinir, þegar við erum búin að fá guðleg áhrif á hjartað, þá þetta eins og sáðkorn sem kemur inn í hjartað. En það bara byrjunin, það þarf að vaxa upp og það þarf að vökva það. Þess vegna skiptir máli að við séum rótföst í Kristi. Að við lesum Biblíuna og sumir eiga erfitt með að lesa. Við fjölskyldan erum að lesa Biblíuna á einu ári og við sem kirkja erum líka að lesa Nýja testamentið á einu ári. Það líka hægt að hlusta á Nýja testamentið. Og ég hvet ykkur, ef þið finnst óþægilegt að lesa, það erfitt að lesa, kannski með lesblindu, hlusta það orðið. Því að það lífgefandi og það kraftur. Og það mun breyta lífið þínu. Og vinir, það sem gerist þegar ég í orðinu, þá hefur það áhrif á sálin á mér. Það hefur áhrif á anda minn. Það hefur áhrif á það hvernig ég bara gengi gegnum þetta líf. Það hefur áhrif á það hvernig ég nálgast erfiðleika. Það hefur áhrif á það hvernig ég nálgast samskipti við fólk almennt. Hann hefur áhrif á allt líf okkar. Og vinir, þegar Jesús kominn inn, þá skiptir máli að við vökvum það orð. Að við leifum því að stækka og bera ávöxt. Og það má eiginlega líkja göngunu við drottinn við það að þegar við fæðumst. Það að taka móti Jesú Kristi sem sínu persónulega frelsara, þú ert fæddur inn í nýtt ríki. Og vinir, við sjáum þessi litlu börn, þau eru fullkomin, algjörlega fullkomin.
Þau eru yndisleg og fullkomin. En við sjáum samt á litlum börnum að þau eftir að þroskast, þau eftir að stækka, þau eftir að taka breytingum, þau eftir að læra alls konar á lífinu og það það sem að Drottinn vill að við gerum líka. Við eigum nefnilega að vaksa í náð og þekkingu, kennir ritningin. Og vinni, það þýðir það að ég eyði meiri tíma með Drottni í dag heldur en ég gerði í gær. Og það þýðir ekki bara að ég sé marga klukkutími í orðinu. Nei, ég er bara talandi við hann. Ég er bara talandi við hann í öllu sem ég geri. Hann er alltaf á huga mínum og í hjarta mínu. Og það sem ég finna gerist, að ég fæ bara nýjan kraft út af von mín er ekki á pólitíkusina hérna úti. Íslenski pólitíkusar eru já. Við skulum bara ekki ræða það. Við skulum biðja fyrir þeim. Við skulum biðja fyrir þeim. Við ætlum ekki að fara þangað. En það sem ég vildi sagt hafa er að við eigum að taka breytingum. Og við eigum sem kristi fólk að vera salt og ljós í þessum heimi. Við eigum að vaksa í náð og þekkingu. Það þýðir það að þegar Drottinn kemur inn í okkar líf þá að vera lækning í okkar lífi. Og margir kristnir, þeir rétt smakka Drottinn en þeir átta sig ekki á að það er lækning í Drottni. Og það eru fólkinn inni sem að ber jafnvel ofboðslegan skaða frá æsku sinni. Frá skilnaðnum sem það gekk í gegnum. Frá einhver sem að gerðist í grunnskóla eða menntaskóla eða háskóla eða átök sem hafa átt sér stað í lífinu. En við eigum að vaksa í náð og þekking og við eigum að leyfa Guði að vinna í þessum málum. Því hann hefur áhuga á okkur. Þannig að mér langar til að skora á því í dag. Ef það er eitthvað í hjartanu sem átt eftir að leggja fyrir Drottinn, gerðu það í dag. Leyfðu honum að koma inn og gera nýtt og lækna það sem að þarf að lækna. Gera heilt það sem að þarf að gera heilt. Í Jesú nafni. Halleluja. Má ég heyra amen? Halleluja. Þannig að þegar við fæðumst inn í Guðsríkið, þá erum við lítil og smá. Við erum fullkomin, en við erum samt eftir að vaksa. Og við þurfum að leyfa Guð að vaksa í líf okkar. Og hvernig gerum við það? Með því að deyja sjálfum okkur. Og margir eru hræddir við það að segja að deyja sjálfum ykkur. Ég get alveg sagt ykkur það. Ég hef svolítið dáið sjálfum mér. Ég er bara hálfmanniska hér í dag. Ég er bara allt önnur manneskja en ég var þegar ég giftist Alla fyrir 25 mánuð síðan og allir getur sagt amen við því. Það að deyja sjálfur sér er mjög gott. Það þýðir að ego mitt deyr. Það þýðir að ég og mig frá mér til mín þarf að deyja. Og þegar það deyr, þá styrkist Guð í okkar lífi og hann vex og dafnar og hann verður stærri og meiri. Leyfum Guð að vaksa þannig að hann bara hreinlega taki við hjarta okkar. Halleluja, má ég heyra amen. Halleluja. Mér langar til þess að fara í Jóhannes 5:5. Og mér langar örlítið að tala lækningu hér í dag. Því að Drottinn þráir að lækna líðsinn. Og hann þráir að leysa okkur til anda, sálar og líkama. Og ástæðan fyrir því að ég vil fara í þessi vers er að margir hér inni glíma við krankleika. Ekki endilega kannski í líkamanum en pottet í sálinni. Og ég vil ekki sjá Guðsríki vera haltrandi til og frá. Ég vil sjá Guðsríkið ganga beinabrautir, vera styrka í göngu og bara virkilega dafna á göngunum með Guði. Og er þið ekki með mér? Vil ég ekki sjá það líka? Halleluja. Lesum hérna saman í Jóhannesi 5:5. Þarna var maður nokkur sem hafði verið sjúkur í 38 ár. Jesús sá hann þar sem hann lá og vissi hann hafði verið lengi sjúkur. Hann sagði við mannin, viltu vera heill? Svolítið athyglisvert, bara athyglisverð spurning. Hann var augljóslega sjúkur. Hann lá þarna við veginn og hafði verið bara veikur í mörg ár. En Jesús spurði mannin, viltu vera heill? Hinn sjúki svaraði honum, Herra, ég hef engan til að láta mig í laugina þegar vatnið hrærist og meðan ég er á leiðinni fer annar ofan í á undan mér. Og þetta er laugin Betseta.
Laugin, það kom hræring reglulega og fólk fór í laugina og upplifði kraftaverk. En Jesús þurfti ekkert á neinni laug að halda. Jesús nefnilega þurfti ekki á neinni laug að halda. Má ég heyra amen? Halleluja. Jesús segir við hann, stattu upp, takk rekkju þín á gakk. Og jafnskjótt var maðurinn heill, tók rekkju sína og gakk. Og mín spurning þessi til mín og til okkar allra, viltu vera heill? Og þegar maður skoðar kraftaverkin sem Jesús gerir í Nýja testamentinu, og við erum að tala yfir 40 kraftaverk, í yfirgnæfandi meirihluta, þá kemur fólki til Drottins og biður kraftaverk. Og fyrir mér segir það afskaplega mikið. Það segir það að við þurfum að taka trúarskref á móti Jesú til þess að öðlast kraftaverkin í líf okkar. Og sumir eru smeykir við að viðurkenna að þeir beri einhvern harm í brjósti. En Jesús kom í þennan heim til þess að setja saman brotin hjörtu. Hann kom til þess að lækna og leysa. Hann kom til þess að setja saman hluti sem eru brotnir. Hann kom til þess að reisa upp þjóðina sína. Og hann kom til þess að frelsa mannkynið. Og hann spyr, viltu verða heill? Og þegar við skoðum þetta orð, heill, viltu verða heill, þá er þetta orð mjög áhugavert. Orðið heill þýðir á grísku, eða er á grísku, nafnið er sósó, og það þýðir björgun frá hættu. Það þýðir björgun frá þjáningum. Það þýðir vernd fyrir áföllum. Það þýðir vernd fyrir eyðileggingu. Það þýðir að lækna, gera heilt, halda á lífi og vernda. Og vinni, það er ekkert orð í íslenskri tungu sem að getur í rauninni útskýrt þetta orð í einu lagi. Þegar Jesús segir við lama mannin, viltu verða heill, þá er hann ekki bara að tala til hans sjúkdómann sem hann sér. Hann segir, viltu verða heill. Vinir, Drottinn Jesús hefur áhuga á þér. Og hann vill ekki sjá þig liggjandi bara í blóði þínu út af einhverju reynslu í fortíðinni. Hann segir við þig, viltu vera heill. Og vinir, í dag þá er svo mikilvægt að koma með hluti fram fyrir hann. Við þurfum að koma með hluti fram fyrir hann og við þurfum að taka trúarskref. Og vinir, hér er inni fólk sem á við erfiðleika etja, bæði í huga sínum og í hjarta sínu. Og vinir, við eigum ekki að ganga þegar Jesú getur læknað okkur, við eigum að leyfa honum að lækna okkur. Við eigum að leyfa honum að leysa okkur. Og Drottinn gef okkur það að við hættum að bröltum í blóð okkur og við komum til Jesú og segir, Drottinn, viltu lækna mig? Því hann heyrir og hann svarar. Má ég heyra amen? Halleluja. Og Jesú segir við hann, viltu vera heill? Það er nefnilega ótrúlega margir sem að skilgreina sig út á áföllum fortíðarinnar. Ég hef sjálf gengið í gegnum alls konar áföll sem hafa skilið eftir mark í mínu lífi. Það er þannig. En vinir, ég hef lært að vera ekki of upptekin af fortíðinni, heldur horfa til framtíðar. Og þakka Drottni fyrir alla hans blessun í lífinu. Ég er hér, ég á yndisleg börn, ég á yndislega mann, við erum í yndislegri kirkju. Við búum á Íslandi, vinir, og hér er gott að búa. Vinir, við erum lánsamur líður. Og þú getur ekki bæði verið þunglindur og þakklátur á sama tíma. Og vinir, ég vil bara að við veitum sjónum þeim blessunum sem að Drottinn hefur hellt yfir okkur. Og ef þú hefur gleymt því, leyfðu mig þá minna þig á það. Þú ert í Smárakirkju í dag. Þú ert blessaður. Takk, Jesús. Má ég heyra með? Takk, Jesús. En við sjáum það í þessari frásögn. Lami maðurinn fyrir strax að koma með afsakanir af hverju hann hefur ekki öðlast eða útskýringar, af hverju hann hefur ekki orðið heill.
Og vinir, það eru svolítið við. Við komum með allar afsakanir í bókinni af hverju Drottinn, af hverju lífið er eins og það er. Drottinn, það er ástæði fyrir því að ég er með allt á hotni mér. Hefurðu hitt systur mína? Tjók, hún er frábær. En við erum þannig. Og ég er ekki einu svona að grínast með það. Við komum með ástæði þess að við erum ekki blessuð í dag. Ástæði fyrir því að við erum ekki búin að öðlast lækningun í dag. Þegar Jesús er að segja, taktu trúarskref. Hann er að kalla vinir, hann er að banka á dyrastafan í hjarta þíns. En við þurfum að hleypa honum inn. Drottinn Jesú er nefnilega ekki dóni. Hann reiðst ekkert inn í líf þitt og bara lagar til hluti sem eru nema þú bjóðir hann velkomin. Og vinni, hér er inni fólk sem þarf að fara að bjóða hann velkomin inn í þessa sáru staði. Þannig að þetta hættar skilgreina líf þitt og framtíð. Og vinni, ég vil að þessi kirkja skilgreinist út frá því að við erum þakklátt, við erum glöð og við erum meira en sigurvegarar. Halleluja. Halleluja. Það þýðir ekki að við höfum ekki lent í einhverju. Það þýðir það bara ekki neitt. Það þýðir bara meira sá sem í mér er heldur en sá sem er í heiminum. Það þýðir bara ég er meira en sigurvegari. Og það þýðir líka það að ég treysti því að Guð láti hlutina samverka mér til góðs. Hann lætur alla hluti samverka mér til góðs. Þannig ég þarf ekki að fara beygluð í gegnum lífið. Ég get farið hnarreist í gegnum lífið. Út af því ég veit hver ég er. Og ég veit hver hann er. Og ég ætla að segja þetta aftur. Því ég veit hver ég er. Og ég veit hver hann er. Og vinni, það breytir öllu. Ég var eins og spurðað í ræktinni. Það er svo mikið af fólki sem spjalla við okkur Jóhann í ræktinni. Og það er alveg bara, við erum alltaf hlæjandi yfir öllu. Og það er mjög gaman hjá okkur. Og kona kemur til okkar einu sinni og hún sagði bara, rosalega eru þið glaðar þið systur. Hún var í raun að meina ég er alltaf meira glöð. Takk Jesús. Og hún sagði, byrju, hvað er það sem að þið eigið? Og ég sagði, það er trúin. Hugsið ykkur að eiga trú. Eiga von þrátt fyrir storma lífsins. Eiga von þrátt fyrir dauða. Eiga von þrátt fyrir veikindi. Og vinir, við þurfum að lýsa þessari von. Náðin er hvað? Guðleg áhrif á hjartað og endurspeglun út í lífið. Með hvaða hætti erum við að endurspegla út í lífið þessi guðleg áhrif á hjartað. Og vinir, í dag að þau þurfum að láta að leyfa Guð að lækna fortíðin okkar og hætta skilgreina okkur út frá áföllum fortíðarinnar. It is what it is. Og ég er ekkert að gera lítið úr áföllum. Ég er ekki að gera það. En það sem að Guð vill er að þú lifir innihaldsríku, sigrandi lífi. Það þýðir að við horfum til framtíðar, við erum búin að læra fortíðinni og við horfum vonaraugum á það sem að Guð vill gera fyrir okkur í dag. Má ég heyra með hann? Og við ætlum ekki að vera full af eftirsjá. Við ætlum ekki að vera full af biturleik. Biturleik er tálbeit og óvinarins til þess að halda þér uppteknum á einhverju til þess að þú sjáir ekki það sem að Guð hefur fyrir því í dag. Það er það sem að biturleik er. Og við ætlum að segja nei við biturleika. Við ætlum að vera fljót að fyrirgefa. Og það þýðir ekki allt það sem hefur verið gert sé sanngjarnt og rétt. Nei, það þýðir það að Guð hefur meira mikilvægara fyrir þig á morgun heldur en hann gerði í gærdeginum. Og við ætlum að taka við krafti Guðs í dag. Þessum guðlegu áhrifum á hjartað. Má ég heyra amen? Má ég heyra amen? Halleluja. Er þið ekki með mér? Halleluja. Takk Jesús. Trúir orðinu. Eða viltu vera fastur í farinu? Viltu losna? Og þetta er spurning sem að Jesús spurði á þessum tíma og hann sagði við hann, þetta orð so. Viltu vera heill? Í ensku þýðingunni stendur, do you want to be made whole? Þetta er eiginlega betra orð, eða ekki? Það er betra orð, heldur en heill. Það er einhvern veginn, það er allur pakkinn. Do you want to be made whole?
Og vinir, í dag að þá þurfum við að taka trúarskref. Við þurfum að segja já við Jesú. Og við þurfum að segja við hann, Drottinn Jesús, ég vil vera heil. Og halleluja, og við þurfum að nefna vandann. Við þurfum að nefna vandann. Við þurfum að segja við Drottinn. Veistu að, Drottinn, ég bara kem fram fyrir þig. Ég er að upplifa opaslega kvíða. Kvíðinn kemur á þessu og ég ætla bara að gefa þér þetta. Ég ætla ekki að bera þessa byrði lengur. Vinir, hann kom til þess að leysa okkur, hann kom til þess að taka syndir af okkur, en hann kom líka til þess að gera okkur heil. Og við þurfum að leggja af okkur alla byrði og þungar byrðar, því hann mun veita okkur hvíld. Það er það sem við þurfum að gera. Takk, Jesús. Þannig að segðu það sem að þið vantar. Og vinir, Biblían kennir að við fáum ekki út af því að við biðjum ekki. Og meiri sem kennir Biblían er að við fáum ekki út af því við biðjum ekki og við biðjum illa. Ég er svolítið sár því lasta. Hvað meinar þú, Drottinn? Út af því við erum stundum svolítið að þykjast, hafið þið tekið eftir. Þegar við erum svona sár eða leið, þá látum við stundum eins og við séum ekki sár og leið. Það er eitthvað búin að brjóta á okkur eða eitthvað og við viðurkennum það ekki. Besta leiðin til þess að fá lækningu frá Guði er bara að viðurkenna það. Bara Drottinn, Jóhanna steig á tærnar með grei Jóhanna. Algjörina boxpúði hérna í dag. Hún er bara þolir þetta. Ég skal orða þetta öðruvísi. Alli steig á tærnar mínar í dag og ég þarf bara Drottinn, ég vil ekki vera með gremju út í mannin minn. Hann hefur þurft að þola nóg. Þannig að það er bara þannig sem að Guð vill að við séum hreinskilin. Og við höfum líka að gera það þegar við komum fram fyrir hann í bæn. Margir hugsa að bæn sé einhvern veginn heilagi faðir. Ég veit eiginlega ekki hvernig ég á að ræða við þig, en ég þori varla að ræða við þig. Hann hefur engan áhuga á þessu. Og ég er ekki að segja að formleg bæn sé ekki fín. Hann vill hjarta þitt. Hann vill heiðarleika þinn. Hann vill að þú komir fram fyrir hann eins og besta vin þinn, eins og pappa þinn. Hann þráir að eiga samfélag við þig. Og það er þessi skömm sem oft býr til bil á milli. Og það sem hann þráir er bara að ýta þessari skömm úr vegi. Komdu bara til mín nákvæmlega eins og þú ert. Því að ég ber umhyggju fyrir þér. Og vinni, þegar við förum að koma fram fyrir Drottinn og segja bara, veistu það, Drottinn, ég veit ekki hvað það er, en ég er ennþá að hugsa um þetta, ég ætla að gefa þér þetta. Þá er hann trúr og réttlátur. Hann mætir þér og hann leysir þig. Halleluja. Takk, Jesús. Það er það sem hann gerir. Hann leysir þig. Segðu hvað þér vantar. Halleluja. Og lykilatriði til svo að öðlast þetta frelsi í Guði. Frelsi, lækningu, sérstaklega lækningu við sálarmeinum. Það er að finna hérna í næsta ritningaversi sem við förum í Filippubréfinu, í 3. kafla. Og þetta er Páll aftur, hann er beittur, Páll er frábær. Ekki svo ég hafi þegar náð því, eða sé þegar fullkominn. Páll, hann er frábær. En ég keppi eftir því ef ég skildi geta höndla það. Með því að ég er höndlaður af Kristi Jesú, systkin. Ekki til ég sjálfa mig enn hafa höndla það, en eitt ger ég. Ég gleymi því sem að baki er, og ég seilist eftir því sem framundan er. Og keppi þannig að markinu til verðlaunin á himnum, sem Guð hefur í Kristi kallað okkur til. Og svo segir hann, þetta hugarfar skulu við öll hafa sem fullkomin eru. Páll aftur, hann er frábær. Þetta gleyma því sem að baki er, þýðir ekki það að við séum allt í einu komið Alzheimer og við munum ekkert sem gerðist í fortíðinni. Akkurat. Þetta hefur miklu meira með það að gera, við látum ekki fortíðina skilgreina okkur lengra. Og þetta að seilast eftir því sem framundan er, þýðir raunverulega að teygja sig eftir því sem er fyrir framan þig. Þannig að þegar Guð lækna þig, þá þarftu að taka trúarskref.
Þú þarft að gleyma því sem að baki Og þegar þú tekur trúarskrefið, þá þarft að seilast eftir því sem framundan Því að trúin dauð án verka. Og vinir, hér inni fólk sem að þarf að fara að seilast eftir því sem framundan Það þarf að fara að gleyma því sem að baki og það þarf að fara að seilast eftir því sem framundan Má ég heyra amen? Halleluja. Þið tilbúin að seilast með mér eftir því sem framundan? Dísi þér Jesús. Halleluja. Ég held ég láti þetta bara gott heita akkurat núna. Rísum á fætur. Ég vildi nefna eitt svona lokum, Konni, ekki slökkvalið strax. Ég ætla að leyfa þess að vera með í predikunni. Þegar Jesú var búinn að lækna manninn, lama manninn og hann stendur upp og hann fer út allt og hann í rauninni boðar fagnaðarerindið. Hann segir öllum frá að Jesú hafi læknað sig. Það sem við þurfum að vera miklu betri að gera að gefa Guði dýrðina. Og ég veit ekki með ykkur, ég veit ekki hversu oft Drottinn hefur læknað hjarta mitt og sett fætur mín á klett aldana og reist mig upp. Þú veist, ég farið í gegnum kringumstæði sem bara erfitt einu svona útskýra fyrir fólki og og hann hefur gefið mér, hann hefur læknað hjarta okkar. Og ég horfa á Jóhannu systir minni, ég horfa á Gunnu, vinkonu mína. Það sem að Guð hefur gert í líf okkar ekkert minna en kraftaverk. Og vinir, það sem hann á skilið lofgjörð, þakklæti, blessun. Ekki lifa fólki sem búin að særa þig, búa í kollinum á þér. Ekki lifa fólki að bara að leigja hjá þér í kollinum. Segðu upp leigunni. Þú ert ekki kallað til þess að bera þessar byrðar. Og í dag ætlum við ekki að leyfa fólki að búa í kollinum á okkur. Við ætlum að leyfa Jesú að búa í kollinum á okkur. Við ætlum að hafa upprisu kraft hans fyrir augunum. Við ætlum að vona á Drottinn. Því ef við vonum á Drottinn þá fáum við nýjan kraft. Og vinni, hér inni fólk sem þarf nýjan kraft. Og mér langar til þess að við beygjum höfuð okkar núna, bara örstutt.